Yosemite þjóðgarðurinn margrómaður og óþarfi að lýsa honum sérstaklega. Hann var þó formlega lokaður vegna vandræðagangs með fjárlög Bandaríkjanna þegar skógræktarfólk var þar á ferð í byrjun október 2013. Hello. Thank you. Yes, we are aware of the shutdown. We're passing through and heading over to Lake Tahoe. That'll be fine. So, that's good. Thank you. Hins vegar liggur þar þjóðvegur sem ekki var hægt að loka og því var fullt af fólki í þjóðgarðinu. Hjarta þjóðgarðsins Yosemite dalur sem liggur á milli granítfjalla. Þetta Yosemite dalurinn, hinn frægi. Þetta eitthvað magnaðasta landslag í heimi. Þetta granítfjöll hér, eins og við sjáum hérna fyrir neðan okkur, granít. Og það engin orð sem lýsa þessu. Maður hefur séð fullt af myndum hérna og þetta á netinu en það að koma hingað, það bara einstakt og ekki síst í svona góðu veðri. Sagði vera toppurinn á Klettaklifri. Yosemite þjóðgarðurinn þekktur fyrir einstakt landslag og útsýni. Þó hann að mestu skógi vaxinn og það ekki með neinu smátrjám. Þrátt fyrir það nóg glæsilegt útsýni. Því við haldið með fellingu trjáa á þeim stöðum þar sem mikilvægast þykir, en skógur fær að vaxa í friði annars staðar. Þannig ramma trén inn hið jarðfræðilega landslag og gefa því sérstakan þokka. Dalurinn minnti á vissan hátt á Ásbyrgi hvað þetta varðar. Yosemite, alveg eins og Ásbyrgi, með. Áður sagði ég frá stærstu þörunni sem ég hef nokkuð tíma séð, gleymdu því. Þetta Hér sem sagt árið 923 merkt hérna og hér aðeins innar landnám Íslands, þakka þér fyrir. Svo hérna sem sagt kristnitakkan það bil hér. Hér á þessu tímabili Sturlungaöld. Hér eru farsóttir og hér fækkar Íslendingum mjög mikið. Hérna eru móðuharðindin. Svo hér byrjun 20. aldar. Sem sagt, Íslandssagan í einum trjábál. Takk ykkur fyrir. Yosemite sýnir og sannar að allt tal hérlendis að skógar séu það bil að fara að eyðileggja útsýni tóm vitleysa. Bara hérna, hvert yfir.
síðustu? Jú, það er síðustu. Ég er með kíki. Jæja, það verða eflaust fleiri stopp.